Til máls tekur háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björt Ólafsdóttir, og talar af hálfu Bjartrar framtíðar. Herra forseti, háttvirtir þingmenn og þið öll sem heima sitjið. Í gær á fyrsta degi nýs þings hófst meistaramánuðurinn svokallaði. Með honum fólk hvatt til þess að setja sér markmið til þess að vera besta útgáfan af sjálfum sér. Ríkisstjórnin hefur sett sér markmið við stjórnun landsins næstu 4 árin. Þessi markmið endurspegla kannski best málamiðlun þessara 2 flokka í ríkisstjórn, en þau stefna ekki að bestu útgáfunni af íslensku samfélagi. Þau eru ekki nægilega róttæk né hugrakk. Þegar talað er hagvöxt á Íslandi, eins og til dæmis hæstv. Forsætisráðherra gerði í ræðu hér áðan, þarf að gefa gaum þeim heimi sem hann vex í. Hér á Íslandi lifum við öll undir eins konar ósýnilegri hvelfingu gjaldeyrishafta. Einhver ákveður að byggja sér hús undir þessari hvelfingu. Sá hann sami ræður sér smið, rafvirkja og fleira gott fólk til þess að byggja húsið. Þetta fólk býr líka undir hvelfingunni. Og þar má segja að allt sé bara í lukkunnar velstandi. Það sé kaupmáttur, hagvöxtur og hvaðeina. En það er hagvöxtur því að sleppur ekkert út úr þessari gervi veröld. Heimurinn sem við lifum í heftir frels okkar og tækifæri. En þessar furðulegu aðstæður mega ekki vera forsendur okkar við markmiðasetningu. Það þekkir það hver íþróttamaður að við leggjum ekki upp markmið með vörn í huga, heldur hvernig sótt skal fram. Hvaða heim ætlum við að skapa okkur í þeirri sókn? Ég veit að hverju ég og við hjá Bjartri framtíð viljum stefna að. Við viljum markmið fjölbreytt atvinnulíf sem frjálst og getur stuðst við mynt sem eftirsótt. Skapandi greinar, rannsóknar og hugverkaiðnaður ekki bundin jafn miklum náttúrulegum takmörkunum og til að mynda álframleiðsla, landbúnaður og sjávarútvegur. Þær skapa þegar mjög miklar tekjur fyrir íslenskt þjóðarbú en geta gert mun betur ef við ákveðum að stefna því. Ég vil sjá markmið stöðugleika í íslenskum sjávarútvegi. Leið og sanngjörn skipting á þjóðararði í sjávarútvegi fundin varanlegur og farsæll farvegur þarf að skapa umhverfi og sátt sem heldur til lengri tíma. Það veltur mjög mikið á þessu. Við getum ekki boðið fólki í sjávarútvegi upp á rekstrarumhverfi sem miðast við skammtíma áætlanir og óvissu morgundaginn. Það leiðir af sér óhagræði í rekstri og minni arðs en ella til þjóðarinnar. Ég vil sjá stefnu í nýtingu orkuauðlinda. Í sátt við umhverfi og náttúru eigum við að mynda okkur stefnu hvernig við hámörkum hagnað af orkuauðlindum okkar fyrir þjóðina. Stjórnvöld og hæstv. Iðnaðarráðherra verða að hætta að ganga erinda erlendra álfyrirtækja sem vilja borga smáræði fyrir orkuna. Það á að standa með íslenskum orkufyrirtækjum og við stjórnmálamenn höfum það hlutverk að vera varðhundar arðsins af sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar. Það vondur kostur að bjóða Suðurnesjum upp á einhæfa, ófjölskylduvæna atvinnumöguleika í álveri sem þjóðin á endanum borgar með í gegnum ívilnanir og raforkuverð sem alltaf á útsölu. Það önnur tækifæri sem vert að skoða. Eitt dæmi sala á raforku í gegnum sæstreng til Evrópu. Mörgum spurningum þar enn ósvarað og hér mikilvægt að kanna jarðveginn vel. Það bendir hins vegar margt til þess að með honum megi fá meira en 6 sinnum hærra verð fyrir megavattstundina en nú verið að selja til stóriðju. Herra forseti, ég vil ekki almennar skuldaniðurfellingar. Margt hefur verið gert. Enn einhverjir hópar sem þurfa sannarlega að fá hjálp við úrlausn sinna skuldamála. En sá hrói höttur sem kynntur hefur verið til leiks því miður hér með öfugum formerkjum. Seðlabankinn hefur nú þegar komist að þeirri niðurstöðu og birt hana í skýrslu að almenn skuldaniðurfelling á húsnæðislánum hjálpi þeim mest sem skulda mest,
En það eru líka þeir sömu og eiga mest. Það er ekki endilega það fólk sem á í greiðsluerfiðleikum hver mánaðamót. Þetta er líka lítill hluti fólks á landsbyggðinni því að þar hefur skuldsetning verið minni. Ef eitthvað svigrúm myndast þegar samið verður við kröfuhafa, þá er skynsamlegt og réttlátast að láta alla njóta jafnt því að allir sem hér lifa og hrærast hafa sannarlega orðið fyrir forsendubresti. Þetta er best gert með því að lækka skuldir ríkissjóðs og þar með vaxtakostnaðinn sem eru ósanngjarnar byrðar, sérstaklega á ungt fólk og komandi kynslóðir. Ég vil markmið nýjan Landspítala. Góð heilbrigðisþjónusta krefst flókinna og kostnaðarsama tækja, ákveðnar aðstöðu og fyrirkomulags. Við getum ákveðið að leggja ekki áherslu á þetta í heilbrigðiskerfinu, en þá erum við líka að vita að með því ákveðum við að færa möguleika læknisfræðinnar aftur til fortíðar, við minnkum öryggi sjúklinga og lífslíkur. Endurbættur og að hluta til nýr Landspítali er lífsnauðsynlegur. Hann er á engan veg þrándur í götu heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni eða eflingu heilsugæslu. Þvert á móti mikilvægur hlekkur í þeirri keðju sem að saman myndar öflugt og heildrænt heilbrigðiskerfi. Ágæta ríkisstjórn, ég hvet ykkur til að setja markið hærra. Þið eru fulltrúar helmings kjósenda sem að treysta ykkur til góðra verka. Minnihlutinn hér á þinginu er fulltrúi hins helmingsins. Ég hvet ykkur því líka til að sýna í verki að þið virðið þann hluta þjóðarinnar og þið séu tilbúin til samráðs og samvinnu til þess að huga sjónarmiðum allra þeirra sem að þið þjónið með störfum ykkar í ríkisstjórn. Góðar stundir.